Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér Gunnar Sigurðsson, forstjóri Baugs Group. Vertu velkomin. Stóra fréttir frá Baugi. Baugur selur öll fjármála og fjölmiðlafyrirtæki sín til fyrirtækja tengdum Baugi. Þarna eru stóðir og styrkur. Hvers vegna þessi breyting? Það má segja að við tilkynntum það í fyrra í júní þegar við gerum skipulagsbreytingar á félaginu þá að okkar áform væru að fókusera starfsemi Baugs meira á að vera fjárfestingarfélag á sviði smásölu. Og í desember þá seldum við fasteignasafnið inn til FL eins og menn muna og núna er þetta skrefirunni tekið til fulls að klára þessa uppskiptingu og fókusera félaginu á fjárfestingar í smásölu. Og það má segja að rótin af þessu sé sú að við tókum það ákvörðun áður en við tilkynntum í fyrra sumar að það væri heppilegt að félagið væri með fókus á smásölu. Ástæðan er svo að eins og við sjáum núna þá eru fyrst og fremst allar okkar retail eignir utan Íslands, 85% af okkar eignasafni þá eru utan Íslands og eðlilegt að uppbyggingin áfram verði utan Íslands og þá er aðgangur að erlendu fjármagnsmörkuðum lykill í þeirri mynd og við höfum haft ágætan aðgang að fjármagnsmörkuðum en til að taka svona skrefið til fulls þá fannst okkur nauðsynlegt að félagið væri svona fókusera félag og auðskiljanlegra sem fjárfestingaraðila við smásölu. Það er ástæðan fyrir að við tókum það ákvörðun fyrir að fara þessi leið og erum að klára það núna. Já. Baugur er náttúrulega mjög skuldsett félag og orðróm eru strax komin á kreik að bankarnir hafi lagt til við ykkur að þetta yrði að gerast og til að auðvelda Baugi fjármögnun, það er bara til að losa pening. Það er ekki rétt. Bankarnir eru mjög mikilvægir samstarfsaðilar okkar og hafa unnið mjög þétt með okkur í gegnum undanfarin ár. Baugur hefur alltaf stækkað gríðarlega mikið sem félag undanfarin 5 ár. Frá því að við skiptum starfseminni upp á milli þess að vera smásölufélagið Hagar og fjárfestingarfélagið Baugur Group og hafa verið mjög mikilvægir aðilar okkur í eftir uppbyggingu. Skuldsetning Baugs náttúrulega er talsvert líka niður í rekstrarfélagunum sjálfum, þannig að skuldsetning á Baugs-levelun er ekkert gríðarlega mikil og þetta skrefið tekið þá, eins og ég segja áðan, fyrst og fremst af þeirri ástæðu að við viljum halda áfram uppbyggingu okkar erlendis og munum greiða fyrir aðgang að fjármagni þar með þessari aðgerð. Já, þannig að það er ekki rétt þessi orðrómur sem maður heyrir endalaust að Baugur sé í raun ekki jafnvel statt eins og þið viljið vera láta? Nei, ég fullyri það að Baugur er vel statt félag og við eigum frábært undirliggjandi eignasafn og það sem er mjög spennandi í rauninni fyrir okkur er að horfa til þess hvaða tækifæri liggja í eignasafninu. Við eigum feikilega góð rekstrarfélög í Breitlandi og í Danmörku og líka Hagar hér á Íslandi sem hafa verið að gera gríðarlega vel og eru vel staðsett í sínum mörkuðum með góð stjórnundateymi og tækifærin okkar til þess að vinna með þeim í þeirra uppbyggingu á frekari starfsemi á heimamörkuðum auk alþjóðavaxtar sem sum af þessum vörumerkjum hafa og síðan netverslun og svo framvegis að það eru gríðarleg tækifæri til verðmætasköpunar í safninu og við erum mjög spenntir yfir þeim tækifærum sem það liggja og við munum fókusera á þau næstu mánuðum og árum. Já, áður en við komin aðeins meira því þá skulum við aðeins tala þessar breytingar sem þið eru að ganga núna í gegnum. Baugur verður náttúrulega núna bara í Bretlandi og þar verður smásöluverslunin. Þið að gera þetta einhverjum hluta vegna þess að þið viljið bara fjarlæga Baug frá Íslandi út af bara erfiðri sögu, erfiðu dómsmáli, bara er nafnið að trufla hérna heima og truflar það erlendis? Nei, ég held að við erum mjög stoltir af nafninu okkar og erum alls ekki að bregðast við einu. Þetta er algjörlega tengt okkar framtíðarsýn, hvernig það verður best að byggja upp og stækka Baug til lengri tíma litið og ná fram þeirri arðsemi sem okkar hluthafar fara fram á. Við höfum byggt upp þetta félag undanfarin 5 ár í skugga þessa dómsmál sem þú nefnir og hefur tekið gríðarlega vel til. Þannig að þessi aðgerð snýr ekkert það. Ég held að ef við tölum það að vera fjárfestir á sviði smásölu að þá á markaðinu hér erum við rauninni með fjárfestingu í Haugum. Hagar eru með gríðarlega sterka stöðu á markaðnum og vöxtur þess vegna kannski eðlilegri utan Íslands. Þannig hefur vöxtur okkar verið mestur undanfarin ár og mun halda til framtíðar en við erum mjög stoltir af landinu okkar og mjög stoltir af nafninu okkar og stoltir menn og við munum halda fram okkar tengslum við þetta land á. Já. Tölum aðeins Saks og Moss Bros. Þið hafið verið að byggja svona smá hluti í Saks og síðan hafið þið náttúrulega gert þarna tilboð í Moss Bros. Upp á 40 milljónum punda sem þótti afar nýskulegt boða af mörgum sérfræðingum í Bretlandi. Hvar standa þessi mál? Já, það er varðandi Moss Bros. Málið þá erum við með það í rauninni bara í því ferli að það er áralega könnun sem er yfirstandandi núna og okkar markmið er að henni í lokinni að þá munum við taka ákvörðun hvort við leggjum fram formlegt tilboð í bréf félagsins eða ekki. Já.
Gengi hefur náttúrulega verið að hækka því að debina sem er að koma að inn, ekki bara sniðugt að láta það hækka og selja síðan hlutin? Já, við erum í rauninni ekki neinum slíkum hugleiðingum. Við erum að vinna okkar vinnu eins og við gerum alltaf í kringum það að delivera því sem við ræddum við stjórnina að það kemur tilboð frá okkur upp á 42 pence. Stjórnin samþykkti það og opnaði bækur félagsins við það, þannig að hún mat það í heild sinni að þetta væri sanngjarnt tilboð. Og eins og ég segi, ég held að þeirri vinna ætti að ljúka á næstu vikum og þá sjáum við til hvernig fer. Hvað með Saks? Já, Saks er félag sem við fjárfestum í alltaf síðasta ári og það var mikil orðrómur það svona seint á síðasta ári að Baugur ætlaði sér að gera eitthvað en við erum bara mjög ánægðir með þá eign og við tökum trú á því undirliggjandi félagi Eigið 8% í félaginu? Hefum 8,5% í því félagi. Þið hafi ekki verið mjög duglegir að selja eignir út úr þessu gríðastóra fyrirtæki ykkar. Orðrómurinn enda núna er að sá að þið hafið séð búið eða séð að selja Jane Norman og Booker. Er það rétt? Nei. Stendur það til? Já, við skoðum það náttúrulega með gagnrýnum hætti hvað við gerum við eignasafni hverju sinni. Hefur þetta komið til tals, þetta með Jane Norman og Booker? Já, við höfum skoðað í rauninni, við erum með undirliggjandi langtíma áform allar eignir Baugs og höfum rætt að það eignir sem að komast á ákveðið stig eigum við að halda áfram þeirra uppbyggingu eða eigum við að fara út úr þeim. Og Jane Norman og Booker eru félög sem við höfum tekið þær umræður innan hús og Jane Norman hefur verið frábær fjárfesting fyrir okkur og það félag hefur verið miklum vexti undanfarin ár og mikil áhuga því félagi. Þannig að það er með þær eignir eins og aðrar að ef það kemur gott tilboð í þær þá munum við skoða það. Mínar heimildir sögðu mér að kaupþingsmenn myndu kaupa það. Kaupþing á stóran hluti í Jane Norman með okkur. Já, og þar leiðandi myndu taka yfir ykkar hlut og orðrómurinn var sá að þá væri það gert til einmitt að losa enn meiri pening fyrir ykkur af því að þarna væri vinasambönd á milli. Já, við höfum unnið mjög vel með kaupþingsmönnum í þessu verkefni og þeir eins og við hafa verið mjög ánægðir með árangurinn. Hvað nákvæmlega verður með eignarhaldið verðum við að sjá til með þeim en það er engar ákvarðanir teknar af það. Nei. Jón Óskar hefur sagt að það séu spennandi hlutir að gerast hjá okkur í Indlandi, Rússlandi og Kína á að fjárfesta meira í þessum löndum. Já, við sjáum uppbyggingu þegar horfum á uppbyggingu vörumerkjanna okkar og þá er alveg augljóst mál að mörg þeirra hafa gríðarleg tækifæri alþjóðlega og merki eins og Karamellen og Whitted of Chelsea og House of Fraser til dæmis hafa gríðarleg tækifæri telja við. Karamellen hefur farið mjög víða með sitt vörumerki og gengið vel á öllum þeim mörkum sem við komið inn á. Og það er augljóst mál að markaðir eins og Kína og Indland og Austur-Evrópa og Mið-Austurlönd að það eru markaðir sem er í miklu vexti og ef við viljum sjá okkar vörumerki vaxa og dafna þá er augljóst mál að við þurfum að koma þeim inn á þessa markaði og ég held að sé líka góð sú þróun að vörumerki eiga auðveldara með að ferðast á milli landa með aukningun á internetinu og MTV-kynslóðinni og svo framvegis að menn eru meira meðvitaðir um vörumerki og við eigum frábæra vörumerki sem hafa tækifæri. Hamleys er dæmi um það líka. Og þið munið að opna Hamleys eða ekki í stærstu verslunarmiðstöð sem opnar í Dubai núna á næsta árum? Jú, ég munið núna bara á þessu ári. Það stendur til að opna það verslunarmiðstöð núna í lok ársins og þar verður 3000 fermetra Hamleysbúð og við erum líka að opna í aðra búði í Jordan og aðra í Katar og sem er svona framhald af þessari stefnu í kringum Hamleys að byggja það vörumerki upp og við erum búin að opna núna 6 búðir í svona Hamleys, í House of Fraser verslunum og til að mynda í nýju Belfast-búðinni að opna fyrsta Hamleys-búðin á Írlandi. Þannig að það er mjög spennandi hlutir að gerast í Hamleys en ég held að á þessum mörkum að það er mikil tækifæri fyrir vörumerkin okkar og við munum vinna mjög markvisst með þeim í að jafnvel að fjárfesta með þeim til þess að greiða götu þeirra þar og hjálpa þessum minni merkjum að ná fótfestu gegnum starfsemi sem Baugur mun hafa aðkoma. Já, var hagnaður af rekstri Baugs í fyrra? Já. Hversu mikill? Hann var ágætur. Hvað þýðir það? Við gefum ekki upp nákvæmar tölur, við erum óskarafélag og erum ánægðir með það. Já. Sérfræðingar gera ráð fyrir að smásöluverslun dragi saman bæði hér heima sem á erlendis á árinu. 80%, einmitt 85% af rekstri Baugs er smásöluverslun í Bretlandi. Er það ekkert kvíðinn?
Nei, ég ekkert kvíðinn beint. Ég mjög, við erum mjög ánægðir með eignasafnið svona heilt yfir. Við erum alltaf með 25 mismunandi smásölufélög sem eru okkar safni og auðvitað alltaf eitthvað sem ekki alveg á þeim stað sem við viljum hafa það, en við erum mjög ánægðir heilt yfir og okkar kjölfestu eignir eins og Iceland Foods og Hagar og Magazine og House of Fraser og fleiri eru gríðarlega vel sett til að takast á við erfiðari aðstæður og ég held sé rétt hjá þér að væntingarnar standa til þess að það verði erfiðari aðstæður og neysla muni draga saman. Hvað eign viltu helst losna við? Ég myndi ekki vera nafngreina þessi sérstaka eign á þessum stað, en það klárlega eru eignir sem við erum búin að vinna með í talsverðan tíma sem kannski hafa minni strategískan relevans fyrir Baug heldur en á þeim tíma sem við keyptum þær og því gott að losa út og við munum gera það. Á hversu langan tíma? Já, þetta er náttúrulega ekki bestu aðstæðnir í dag akkurat til að selja eignir, en við munum skoða það á svona næstu 12 mánuðum að eitthvað fara út. Þannig þið þurfið ekki að selja eignir? Nei, þurfum ekki að selja eignir. Hvað ætlið ykkur með FL Group? Verður það tekið að markaði? Já, það er ekki mitt að svara fyrir það beint, en ég held að það sé engin, þessi aðgerð per se hefur ekkert að gera með neina áform með FL. Nei. Er það félag á hausnum? Nei, alls ekki. Sjá Baugsmenn ekkert eftir því að hafa farið þarna inn á genginu 14? Ja, við höfum bullandi trú á FL og ég held að það náttúrulega búið að tala mjög mikið um það hvað fjárfestingar farið út í og hvernig staða félagsins og ég held að það unnist mjög vel úr þeirri stöðu. En Landik, þetta flotta fyrirtæki fóru þarna inn í, sjáu þið ekkert eftir því? Nei, ég held að Landik áfram mjög flott fyrirtæki og Já, en hafa sett það inn í FL? Nei, alls ekki. FL búið að ganga mjög illa. Já, en afkoma FL á síðasta ári var náttúrulega ekki góð, en Landik áfram að inni og með sínar eignir og hluthafar Baugs verða áfram aðilar að eignarhaldinu á FL hlutnum eftir sem áður. Þannig að hugur á Baugs og hluthafar Baugs er klárlega sá að FL sé mjög fíla með mikil tækifæri og sérstaklega með þetta undirliggjandi eignir eins og til dæmis Landik. En það er ekki útilokað að FL verði tekið af markaði mínar heimildir sögðu það? Það er orðrómur allt en ég myndi ekki til að tjá mig það eða á. Nei. Saga ykkar á hlutabréfamarkaði er kannski ekki beint glæsileg, þið tóku Baug út á sínum tíma, þið tekið Mosaic síðan út eftir það og það var mjög umdeild ákvörðun. Þetta myndi svo sem ekki gefa ykkur mikið trúveruleika á markaði ef þið myndu gera þetta? Ég held að ef þú horfir á alveg rétt að þetta voru umdeildar aðgerðir á þeim tíma sem það voru gerðar en ég held að ef þú horfir á þá arðsemi sem að hlutafar fengu sem að fóru inn í upphafi og út þegar við tókum þetta út, þeir fengu ágætis arðsemi af sinni fjárfestingu. En auðvitað náttúrulega viljum við hafa mjög góð samskipti við alla þá fjárfesti sem eru á markaðinu hér og við vinnum okkar daglegu vinnu með það markmið að okkar hlutafar og aðrir aðilar sem eru að vinna með okkur fái arðsemi af sínum verkefnum og ég held að það hafi tekist mjög vel. Hlutafar Mosaic voru ekkert ofsalega heppnir? Já, ég held að þeir hafi fengið ágætisverð fyrir félagið. Við horfum á þróun á verði smásölufélagi í Bretlandi undanfarin 9 mánuði, þá hefur það nú ekki verið glæsilegt, þannig að ég veit náttúrulega ekki hver staðan á því væri, en ég held að þeir hafi fengið mjög vel greitt fyrir miðað við verðmæti á því félagi miðað við arðsemi þess félags á þeim tíma sem það tekið út var tiltölulega hátt. Sérðu fyrir þeirra Baugur fara aftur á markað einhvern tímann? Já, það er spurning sem þú ættir að leggja fyrir hlutafar mín og Jón Orker. Ég held að það er engar hugmyndur það, held ég. Nei, ef það væri, það þá ekki erlendis frekar en hér? Það er ómögulegt að segja. Já. Heyrst yfir að Debenham segja lokaði Smáralindin og þangað koma Magazine Nord, er eitthvað til í því? Það er ekkert sem er ákvörðun tekin Ég held að það hefur verið unni gríðarlega mikil vinna í Debenham sem í Smáralind og við sjáum miklar og góða bætur á þeirri búð. En við náttúrulega alltaf að hugsa um tækifæri og þú þekkir nú aðstendur þessar félagar að það er alltaf nýjar hugmyndir hvernig er þetta að bæta og betur bæta. Já, örstutt í lokinu fljótur að svara hver var hagnaður Baugs á síðasta ári? Fljótugunni? Ég gefum það ekki. Takk hérlega fyrir komuna. Segjum þetta á gott, hádegisviðtal markaðarins verður hér aftur á föstudag, verið þið sæl.